þennan lið en næst á mælendaskrá Katrín Oddsdóttir, gjörðu svo vel. Takk. Sko, við í A-nefnd, við erum oft með svona mómenta sem við skoðum erindi frá almenning sem mjög skemmtilegt. Það ótrúlega gaman. Þá skoðum við öll þessi frábæri erindi sem okkur að berast og hafa nú reyndar vakið heimsathygli, þessi vinnubröð okkar sem frábært. Og uppáhalds erindi okkar byrja svona: Kæra stjórnlagaráð, þið eru frábær. Og fannst þetta bara strax mjög gott erindi, lásum það og tókum fullkomið til þess. Nei, við gerðum það ekki, en þetta var svolítið fallegt og ég vil segja að þið eru frábær. Og það sem ég vil svolítið vera að í umræðinu núna óþörf varnarstaða. Við erum öll að stefna sama markmið, það alveg á hreinu. Og mér finnst þetta sem Lýður sagði að við þurfum bara að finna lausn hver sem hún verður, vera mjög mikilvægt. Við þurfum ekki að ákveða bara, heyrðu, hér búið að draga einhverja línu í sandinu og svo berjast út til síðasta blóðdropa að henni verði ekki hnikað. Mér finnst það tilgangslaust. Við höfum eins og fram hefur komið náð ótrúlegum niðurstöðum með því að hlusta á alla og taka tillit til allra. Og mér finnst það svo aðeins í umræðana afvegalegast hér og fólk sé ómikið að bregða sér í einhvers konar svona með og móti fylkingar og ég held að það sé bara ekki til góðs. Þannig ég bara ráðlegg okkur að bakka aðeins að því við erum svo frábær. Og þessi hugsun erum að taka eitthvað frá forsetanum. Þetta er ekki heldur gott að hugsa svona. Við erum að búa til nýtt kerfi og við skulum ekki vera að hugsa hvað gamli forsetin hafði eða hafði ekki og hvaða ímynduðu verkefni hann hafði og hafði ekki. Það skiptir engu máli. Nú skulum við bara einbeita okkur því sem við erum að gera og því sem við okkur blasir og ákallið eftirlit og brýnara aðhald og aðskilað milli valdþátta grunnstefið. Það grunnstefið og það skiptir ekki öllu máli hvernig við náum því ef við tryggjum markmiðið og við ættum því ekki að fara í eitthvað svona býtu nei, við viljum ekki, alls ekki, þetta er fáránlegt. Mér finnst það óþarfi og ég verð fyrir svolítið vonbrigðum með okkur þegar við gerum þetta. Þannig að við skulum ekki saka hvort annað að vera ekki hreinskilin í okkar tillögum eða vera ekki að vilja það besta, við viljum öll það sama held ég og það eru bestu niðurstöðurnar fyrir fólkið í landinu og við munum ná þeim, ég veit það alveg. Þess vegna skulum við passa okkur á orðum eins og píramíti eða tveggja turna sterkimanns, einhver svona hræðslu áráðusorð sem að gera lítið úr tillögum annarra bara með því að grípa til orðan óþarfar. Vegna þess að það er alveg rétt með hræðsla sem er á baki því að fólk aftur og aftur að reyna að koma með einhverja tillögur og breytingum. Til annars Lýðs góð, til að B-nefndar góð og til annars að Þorvaldar góð. Þetta er allt góðar tillögur. Það er engin vond, það er engin röng og það er engin betri að vera en önnur. Allar hafa það sama takmar og nú skulum bara leggja undir feld og finna ykkur að leið til þess að leysa þetta. Takk.